Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesjamagasín. Í þættinum heimsækjum við ljósmyndarann Sólveigu Þórðardóttur en hún hefur myndað linsuna í rúm 50 ár. Þaðan förum við til Grindavíkur og ræðum við hafnarstjórann. En Grindavíkurhöfn jú lífæð bæjarins getum við sagt. En við hefjum leikinn hjá Sólveigu Nýmynd og skellum okkur í passamyndatöku. Hvað kom til að þú fórst út í ljósmyndun? Ég veit það ekki. Ég náttúrulega hef alltaf haft áhuga. Já. Og ég fekk nú einhvern tímann í jólagjöf einhverja myndavél sem hét Díana. Fannst það æði. Svo bara þegar ég þurfti að fara að hugsa hvað ég ætti að verða þegar ég yrði stór, þá fannst mér þetta bara æði og Var það eftir Gaggó eða? Já. Gaggóraskólann? Já, fékk vinnu á Heimi og... Heimi Stígs ljósmyndari í Keflavík? Já, var hjá honum í 11 ár. Já. Þegar þú opnaði þína eigin stofu, Nýmynd, árið 1982. 11. Já. Það varst stofumamma fertugt í fyrra. Já. Þannig að því að við höfum aðeins upplifað þetta með þér, þú varst nú að hjálpa okkur í byrjun þegar við byrjuðum með Víkurhrettir. En svona bara koma að því hvað þetta var, það hefur orðið ofboðsleg breyting í tækni með stafrænu byltingunni í ljósmynd. Alveg rosaleg, sko. Já. Þú veist, hvað svona þegar þú horfir tilbaka? Sko, mér finnst bara gaman að fólki. Það var náttúrulega alltaf nýtt og nýtt fólk og maður kannski, ég veit ekki, fjörur í þá, maður fór út allt og gerði allt mögulegt. Og svo fannst mér gaman sko í svarthvítu. Mér fannst það miklu skemmtilega í litnum. Liturinn bara svona vinna, skilur við. Þú ert náttúrulega búin að taka svona, hvað ég var að segja, allan pakkan, þú varst með þína stofu þar sem fólk gat komið í myndatöku, varst að fara líka út að mynda í, það sem fólk var að biðja að koma heim eða eitthvað annað. Já, ég gerði eitthvað að því, en ég var mest á stofunni. Mér fannst ég ráða betur við allt hér í stúdíói. Já. Við sem erum búin að vera í blaðaútgáfu, alveg eins og ljósmyndarinn hefur verið ljósmyndar, þá þekkjum við þetta. Þetta sem sagt svarthvít filma og í dag myndi fólk að hvað þetta? Sumir vita ekki hvað filmi. Þetta litfilma. Þetta litfilma. Svona líklega. Þannig að, já. Og ég gerði allt sjálf nema framkalla filmu í litfilmunar. Ég bjóti alla pröfur og bara alla stakkanir og allt saman. Og núna ertu bara að pakka saman? Nú ég bara að pakka saman. Af hverju heldur ekki áfram? Ég meina... Bara hálf öld. Já, þetta nóg. Já, það svolítið mikið. Þú varst aðeins að sýna mér þetta myndir áðan. Já, ég var með vegg hérna sem að... Já, þess að laumast í hérna... Og þetta var bara á veggnum, sko. Já. Þetta Eru fjölskyldumyndir skemmtilegastar en erfiðastar eða hvað? Það geta alveg verið erfiðar, en það bara gaman. Ég menna alltaf gaman líka, þú veist, að hitta fullt af fólki og... Ég man eftir því að lærifaðir þinn, Heimi Stígsson, hann var með svona einhvern bangsa oft eitthvað. Ég ekki með svoleiðis. Hann var með tennur. Varstu með eitthvað svoleiðis? Nei, hann var með tennur. Til að fá það til að brosa? Já, annarkvort urðu fermingarkrakkarnir móðguð eða þau hlógu svona smá svona kurteisis, en þau urðu oft mjög fúl. Læriður það í ljósmyndunni að maður á að fá fólk til að brosa þegar það kemur í myndatök? Er það númer 1, 2 og 3? Eða er það bara svona með? Já, maður vill helst ná bara öllu, sko. Og það bara fínt ef fólk getur brosa, sko. En þú lærir það ekkert, sko. Nei. Annarkvort lætur fólk brosa. Og það var einmitt ein ung sem sagði, segðu mig bara brosa. Og ok, það dugir að fáa. Já, einmitt. Já. Nú sem sagt, við vorum aðeins að tala stafrænu tæknina áðan sem náttúrulega ótrúleg. Jú. Og við erum að taka bara nota helling svona iPhone-a, farsíma. Jú. Þeir taka bara fína myndir. Alveg geggjaðar. Já. Þannig að, en hvað með eins og, það var einhvern veginn í mínum huga var það þannig að það fóru allir krakkar í fermingarmyndatöku. Og þegar fólk var að gifta sig, þá voru tekni brúðarmyndir. Jú. En það var maður alltaf að vinna bara. Já. Og það það bara fylgir því. En hefur þetta breyst? Hefur þetta minnkað? Já. Þannig að ef fólk að taka þetta bara svolítið sjálft og láta það að gera það, sko. Já, það svolítið svoleiðis, sko. En ef ég þykir mig vita rétt, þá eru þið bara 2 ljósmyndarar á Suðurnesjum. Já.
Það er ekkert mikið Nei, við erum á svona stóru svæði. Hvað eru, 20-30.000? Já, 30.000. Já. Eru ljósmyndarar sem við vitum ekki af að gera hitt af þetta bara einhverju? Já. Taka brúðamyndir eða? Já, örugglega, en það svolítið fyndið að segja ljósmyndarar af því að það er oft, ef eitthvað kaup sér vel, ljósmyndir vel, þá er hann orðinn ljósmyndari. Já. En sumir eru bara að taka góðar, en aðrir eru náttúrulega ekki að gera það. Já. Þetta er bara mjög misjafnt, sko. En talandi hvernig stafræna veröldin birtist okkur í ljósmyndun og mörgu öðru, þá hefur hún náttúrulega haft gríðarlega áhrif á þína vinnu. Já. Og núna ertu þarna í tölvunni að vinna myndir sem að þú ert margfalt fljótar að gera en þú varst í gamla. Veistu það? Er það ekki? Þetta tekur alveg tíma. Já, sko. Þetta er drjúgt. Þetta suma haldið sé bara taka, henda inn, tilbúið. Það er bara alls ekki svoleið, sko. Nei. Að þegar hver einasta mynd, hún er sem sé stækkuð eins og ég vil hafa hana og ég laga hver einustu mynd eitthvað, ef ég sé eitthvað, sko. Já. Þessi litli gaur hérna. Sko, hann kom í passamyndatöku og hann vildi það ekki. Hann var búinn að vera hjá sýslumanni og hann vildi ekkert sitja á stóli eða neitt, þannig ég tók hann hérna í passamyndastúdíónu og hann bara er hérna fyrir fram á stólinn, sko. Þannig að hann settist ekki á stólinn, sko. Þetta er frændi minn, þess vegna þór ég að sýna ykkur hann og hann er náttúrulega svo flottur, sko, en það var hægt að bara redda vegabréfi fyrir drenginn, sko. Já. Þú hefur náttúrulega lent í því gegnum tíðina búandi í nágrenni við flugstöðina. Já. Er það ekki að bjarga passamyndatöku í vegabréf og svona? Er það ekki? Jú. Þetta var svolítið algengt þegar ég var á Hafnargötu 90. Já. Og þá var kölluð út sem sé ég, ljósmyndari, og ein frá sýslumanni sem var yfirleitt Magga. Og þess var bara reddað. Já. Og þetta er náttúrulega ekki gert í dag. Nei, er það ekki nei? Nei, þetta hefur ekki verið í mörg ár. Þetta var náttúrulega voða skrítið, þetta skulle vera hægt. Þegar þú varst að gera lagamyndir í gamla dag, varst kannski að redúsera, er það ekki? Jú, redúsera. Að setja húðliti við bólu í andliti fólks og svona, eitthvað svoleiðis. Já, sko, svarthvítumyndirnar voru bara blýantur og svo var það hérna skafa. Þá skófst í burtu, kannski bóluna er búin að láta eitthvað kringum hann og eitthvað. Svo í litnum þá voru litir, en þá þurftur að spreyja með spreyi, spes-spreyi. Þú þurftur að spreyja redúslakki og síðan þurftur að láta annan lakk yfir til að festa þessu. Og ég á ennþá lakk. En það er ekki notið, ég verð bara... En myndvinnsluforrið í dag, Photoshop eða Lightroom eins og það heita meðal annars? Já, ég er með Lightroom. Já, þú ert með Lightroom. Og svo, hvað gerum við bólunar í dag? Ekkert mál. No problem. Það er sko ekkert mál. Það er reyndar rosa munu, sko, af því að ef þú varst með svarthvíta bólur, þetta var svolítið mikið vinna, sko. Þetta var mjög mikið vinna oft á tíðum. Og sérstaklega gamla myndir og svona, það var óbúslega mikið vinna í þessu. 40 ára gömul stofa og þú er búin að vera í yfir 50 ár en þú ert að hætta núna og hvernig er ekki stór mál fyrir ljósmyndara sem á 10.000 mynd af bæjarbúum og Suðurnesjum að bara, hvernig er það að hætta? Sko, ég loka stúdíónu og ég er í rauninni hætt að taka myndi. Ég er eftir að kannski gera ég eitthvað, ég veit ekki. En eins og ég er í dag, en svo er hægt að hafa aðgang sem sé gegnum mig. Ef þið vantar myndir eitthvað sem ég hef tekið, þá er það bara ekkert mál. Þá stækka ég eða gera eitthvað sem þú vilt. Af því ég á náttúrulega svaka samt, sko. Fyrst í hérna filmum og síðan í digital. En þegar við förum með þetta að ræða hérna kannski mínusun við stafrænu tæknina er að nú er fólk mikið að mynda þetta og geymir þetta í tölvunni og gleymir að vista þetta á góðum stað og svo eyðilegst tölvan eða síminn og myndirnar oft á tíðum bara bless og horfnar. Já. Þetta er problem sem að verður að... Hvað eru albúmin sem að maður var alltaf að grípa í? Þau eru ekki til. Sko. Þau eru það að fólk er hætti. Ég segi stundum í ganni að þú varst með sæta myndir af börnunum þínum núna og svo ætlaðu að gifta sig eftir 20 ár og þá veist ekkert hvað þetta er. Ætlar ekki það að brosa? Jú.
Og svo maður hættur að láta gera svona, sko. Já, þetta var í gamla það. Úi! Já. Ég meina, það áfram góður grundvöllur fyrir ljósmyndara, eða ekki? Jú, ég myndi nú halda það, sko. Ég bara, þú veist, það var bara, kannski komið bara nóg, 51 ár, hálf öld, þegar maður fór líka pæli því, þá bara, þú veist, maður finnur sér eitthvað skemmtilegt. Já, hvað ætlar að finna þér? Það ekkert ákveðið. Hver veit? Annars pröfaði ég einu sinni, mörg ár síðan, ég var svo léleg og svo sagði nú við kunningjakonu og ég sagði ég nennis ekki, þetta er svo leiðilegt, ég er svo léleg og þá sagði hann, ég búin að vera í 20 ár og ég er ennþá léleg. Þannig að, já, kannski. Golfið þólum aðeins íþrótt. Já, ég held að það sé gott fyrir fólkið mitt. Þegar þú horfir svona aftur í tíman, eitthvað eftirminnilegt, skilur? Einhvern tíðan sem brúðhjón komu og bara skildu til dæmis í myndatöku? Nei, það hefur ekki skildu. Það hefur ekki skildu. Sem betur fyrir ekki? Nei, en það hefur stundum verið. Eitthvað svona atriði sem þú manst eftir? Eitthvað spaugilegt, eitthvað vandræðalegt? Já. Maður náttúrulega að láta fólk kyssast og eitthvað og svo var það svona eldra par sem var með sín uppkomnu börn og ég að reyna eitthvað svona, hafa þetta svona yndislegt eitthvað og ég spyr hvort að hann vil ekki kissa og hann sagði nei, ég get bara kysst hana heima og bara allt í lagi með það en ég var náttúrulega að deyja úr hlátri, sko. Þannig að þú ert alveg sátt við að hætta? Já. Þetta var allavega ákvörðun sem var tekin, það er ekki mjög langt síðan, sko. En hún stendur, ég ætla að hætta. Já. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánar upplýsingar á hljómahöll.is. Fiskur og sjómennska eitthvað sem tengir okkur við Grindavík. Við hittum Sigurð Kristmundsson, hafnarstjóra, en höfnin jú lífæð bæjarins. En getur verið að bryggjurúndurinn sem svo vinsæll hjá mörgum sé í hættu í náinni framtíð? Sigurður segir okkur meira það. Grindavíkurhöfn hefur löngum verið ein aflamesta bolfisks löndunarhöfn Íslands en hún getur verið erfið viðuregna fyrir skipstjórnarmenn vegna veðurs. Sigurður Kristmundsson hefur verið hafnarstjóri í 10 ár og fór yfir sögu hafnarinnar. Sýndu okkur líka hvaða pælingar í gangi með að bæta innsiglinguna og gera hana öruggari. Á þessari mynd má sjá að menn voru að grafa hérna í gegnum rifið 1939 til þess að opna leið inn í hópið fyrir báta til að komast í skjól fyrir veðrum og vindum. Vegna þess að á þessum tíma voru vélarnar voru menn að setja vélar í bátana og bátarnir urðu þá þyngri fyrir vikið. Og erfiðar að taka þá bátana upp á þurrt eftir róðranar. Þannig að þetta var gríðarlega mikilvægt verk á sínum tíma. Þarna ekki mikið öflugar vinnuvélar. Þarna bara hjólbörur og skóflar. Þarna handafli, sko. Ok, svo þetta kannski næsta skref. Já, svo má sjá þarna betur hvernig bátarnir eru farin að nýta sér skjólið en það engin bryggja komin þarna inn í hópið. En þetta búið að byggja einhverja varnargarða, eða ekki? Nei, þetta bara í raun og veru rifið sem að skilur að hópið og bara hafið, úthafið. En hérna sem má sjá gati sem menn fóru inn í þessa leið hér. Þetta er raun og veru leiðin en síðan halda menn áfram. 1944, þá var ekki nóg að geta bara lagt bátunum að legufæri inn á hópinu, heldur vildu menn fá bryggju. Fyrsta bryggjan Kvíabryggja og það bryggjan sem liggur hér. Hún þá einhvers staðar hérna á þessari mynd hér. Þannig að þá gátu menn farið að landa hérna innan hafnar og legið við bryggju eftir róðra. Já. Og svo bara höfnin eins og hún í dag. Svo höfnin eins og hún í dag. Það búið að gera og hún búin að vera svona síðan hvenær þá? Seinast sem sést á þessari kannski
greinilega. Það náttúrulega eru þessi garðar hér, nú byggðir 2000. Og það sem við sjáum þetta rif hérna sem það ennþá hér, nema hérna eru fyrstu garðarnir lagðir hér ofan á þetta hérna til að verja bara höfnina fyrir sjógangi. Ágangi sjóvar, já. Og síðan hér, þetta var kallað svíragarður. Þetta svírinn og garðurinn var lagður ofan á hér. Og þetta kvíabryggjan hér. Raunveru þetta þessi garður hér sem hún sérð, þessi stefnu, þetta fyrsta bryggjan. Og hún var lögð svona, við sáum ennþá steinkantinn hér. Síðan búið að lengja hann og breikka og breyta og gera alla kúnstir. Og auðvitað búið að vera að dýpka hér og þar náttúrulega af og til undanfarin ár. En þetta eru svona síðustu svona stóru breytingarnar. Síðustu stóru breytingar voru hér og svo innsiglingin hér, hún sést ekki náttúrulega hérna á myndinni en hún nær hérna að vera 500 metrum á suður. Hún sem 500 metra löng og 70 metra breið, 10 metra djúp. Svo búið að sprengja hér og dýpka hér hérna allstaðar innan hafnar. Já, við ætlum líka að kíkja á teikningar þar. Það eru uppi áform að bæta innsiglinguna enn frekar. Við skulum kíkja hans á þær myndir líka. Já, þetta bláa hér hafflöturinn. Þetta hérna svæði hópið, þar sem bryggjurnar liggja. Hérna þá Suðurgarður, Kvíabryggja, hérna Norðurgarður, þetta miðgarðurinn, hérna Eyjabakki. Já, svona bryggjan höfnin í dag. Já. Okay. Og hér svo innsiglingin og hérna eru nýjustu garðarnir sem við sáum áðan á nýjustu myndinni. Í dag helsta áskorun fyrir skipið að sigla hérna inn í svona vafasömmum veðrum eins og til að mynda suðvestan átt. Það ekki vinsæl átt að sigla inn. Þannig menn eru að velta fyrir sér möguleikum á að búa til skjól fyrir skipin sem koma inn við þessar aðstæður þegar það suðvestan átt og einhver alda og þá helsta áskorun að halda sér þá innan þessara 70 metra breiðu rennu sem hér og forðast það að lenda hér upp á sundbóðanum eða þá upp á grynningarnir hérna minn. Það eftir því hvernig verkast stilla því að oft á tíðum þegar það svona veður þá myndar svo kallaður öldudrifni straumar, aldan skellur hér á garðinum og leita svo til hlíðanar og mjög erfitt að átta sig á því hvenær þessi púlsar að skjóta hérna þvert fyrir sem gera skipstjórum oft hérna mjög erfitt fyrir. Og það var ekki önnur mynd, já. Og svo þá þá komin þarna líka, já. Og því sjá hérna, samkvæmt útreikningum þá mun hérna myndast töluvert skjól hér á bakvið og þar verða hérna skipin hérna öruggari í innsiglingunni. Þegar þeir eru komin hér þó að má ansi mikið ganga á, sérstaklega út að fara út, að þó þú kastist hér til hliðana, það ekki hættur. Komin á meira dýpi og meira opið haf. Þá ertu bara komin nánast stormsjó, sko. Já. En þetta náttúrulega gríðarlega dýrt og þarf mikið vatn að rendi sjávar áður en þetta hérna fyrir stað að þarf að leita af svæðum til þess að nýta sem námur hvar eru efni í þessa garða og mögulega skoða það betur hvort að þessi þarf að hafa þennan garð hér. Það væri kostur að sleppa því. Þetta mjög vel, kosti ekki 3-4 milljarða þetta verkefni með þessum dýpkunum. Koma flutningaskipa hefur aukist á undanförnum árum og allt útlit fyrir frekari aukningu vegna hins mikla fiskeldis í nágrenni við höfnina. Það kallar á meiri starfsemi. Siggi fór yfir það og kom líka inn á að vertíðin framundan sem leiðir að sér líf og fjör á höfninni. Sko, þegar skip að koma inn til hafnar, sérstaklega þessi stóru, líka togarar og veður eru kannski ekki alveg hagstæð, en allt þetta gerir í logni, það sé tekið fram. En þegar veður eru óhagstæð, ekki eins gott og núna, þá þurfa skipin að halda ferð svo þau haldi stjórnhæfni. Þannig að það erfitt að stöðva skip með vindinn þvert á síðuna og reyna að halda því í sömu stefnu. Nú leið og byrjar að slá af skipin, þá byrjar það að drifta til hliðarnar ef vindurinn stendur þannig á. Já. Þannig að þegar skip komið hérna inn í höfnina, kannski 100 metra langt skip, þá ekkert svigrúm til þess að snúa því. Ég meina, þú bæði skipið þarf að vera á lítilli ferð og
á lítilli ferð þá hefur lítið svigrúm til þess að snúa því það er ekki, því að skrúan spýtur sjónum á stýrið og það stýrið sem að snýr skipinu. En ef þú hefur mikla skrúa á stýrinu, þá ertu á mikilli ferð, þannig að við erum alltaf í einhverjum svona eltingaleik við hraðan. Þannig að málið er það að við reynum að halda hraðanum í 6 mílum fyrir utan hafnagarðana, 4 mílum á milligarða og svo að vera ekki meira hrað en 2 mílur þegar við komin inn. Það er kúnstin og þarna svitna maður og margir oft yfir því að ná ekki að stöðva skipið. Það hefur alveg komið fyrir, við lendum hér einu sinni á bryggjunni hérna vegna þess að ferðin var of mikil. Þannig að skipið það langt að þegar það er komið bara með rassinn inn fyrir þarna þá það bara nánast komið með stefnið hérna að framann sem við sjáum. Já. Ég meina og bara fræðin segja að það tekur sko á fullri ferð tekur það 8-falda lengd skipsins að stoppa skipið. En ef þú ert á hálfri ferð þá tekur það 4. Þannig að ef þú ert á hálfri ferð þá þarftu 400 metrar til að stoppa skipið. Og þetta eru 100 metrar. Þannig að þetta getur alveg verið að kúnst að manóvera skipin. Eftir auðvitað ferð sum skip eru vel útbúin með hliðarskóm og annað slíkt sko og öflugum. En þá eru sem sagt pælingar með að stytta garðinn hérna vinstra megin. Já. Er það ekki? Jú. Þannig að ef við tökum af endanum og víkkum hafnarminni, getur við byrjað að beygja inn til stjórnborða eða til bakborða eftir hvor hliðin er upp að bryggju og hvaða bryggja er í boði. Þá þarftu ekki að bíða alla leið og verið komin ónálægt hérna miðgarðinum til að geta byrjað að beygja. Já, til að geta byrjað. En ef þú gerir það, þá er hægt á að það myndist ókyrrð innan hafnar í vondum veðrum og við viljum það ekki vegna þess að Grindavíkurhöfn er mjög kyrr. Öll í höfninni er bara mjög kyrrt að vera í höfninni og þú þarft ekki að múlbinda. Við bindum skipin ekki nærri eins mikið eins og í gamla daga. Því að hún er það kyrr og góð höfning hvað það varðar og við viljum ekki missa þá eiginleika. Við teljum fyrirsjáanlegt að umsvifin muni aukast. Umsvifin hafa aukist í flutningastarfseminni til að mynda og þar eru inni kröfur af hálfu IMO, alþjóða siglingamálastofnunarinnar, sem að öll lönd þurfa að hlíta að verja okkur gegn hryðjuverkum. Svo kjánalegt sem það kann að hljóma. En það er bara svipað og öryggiskröfur gerðar á flugvöllum og annað slíkt. Við þurfum að halda skrá alla þá sem að eiga erindi borð inn á afgirt hafnarsvæði, að halda skrá þá sem eru borð og alla þá sem fara hafnarsvæði. Og svo þurfum við að fylgja því eftir að það sé engin annar en sem eru á skránni sem fá að fara inn á svæðið. Það bara kallar á aukna viðveru starfsmanna. Já, bara 24/7. Þannig séð, ef skip stoppar í 7 daga þá er bara vakt 24/7. Já, það bara er vakt allan sólarhringinn. Já. Það er hluti af þessu og við sjáum eins og ég sagði það eru líkur með sölu vísis eða samruna vísis inn í síldarvinnsluna að við sjáum alveg fyrir okkur að það verði aukin umsvif. Þorbjörn er með... Og meina fiskeldið allt líka það ekki? Fiskeldið, það er að vera fiskeldið út allt og... Það voru 17 skip bara tengd fiskeldinu, sko bara tengd fóðri sem komu til Grindavíkur í fyrra og svo seiðaflutningaskip sem að notuðu Grindavík sem svona afdrepp komu ansi oft og þannig að ég held að bara það verða meira umsvif í Grindavík eins og öllum öðrum höfnum. Það er fyrirsjáanlegt. Þannig að við erum bara að gíra okkur upp í það og síðan er náttúrulega það er þessi hópur hjá höfninni að þarf sprækari lóðsa. Af því að aðstæður eru hér oft þannig að þú þarft að vera lipur og kvikk og við erum kannski alveg komin yfir það að vera það. Já. Þannig að þetta er bara svona til framtíðar að vera fjárfesta í framtíðinum. Já. Og þetta er bara skipstjórnarmaður sem þarf að ráðast í þetta starf. Já. Það er bara þannig. Já. En síðan þar fyrir utan þessa flutninga, nú erum við komnir á nýtt ár og er ekki venjan, nú fara bara grindvískir bátar sem er að landa út allt land, nú er fiskurinn að fara að mæta hingað. Já. Þannig að það fer að verða mun meira að gera. Já. Janúar bara fór alveg glettilega vel af stað og... Það er búin að einmuna blíða? Já, fyrst til að byrja með, sko, en svo núna í restina tók aðeins svolítið botninn úr.
mistum svolítið að skipum hérna inn í Hafnarfjörð út af veðri og einmitt að mínum mati akkurat þessar kringumstæður sem myndast hér, það er svona tvísýnt hvort þú eigir að fara inn eða ekki og kannski eitthvað sem telur sig geta það en aðrir bara segja að þetta er ekkert óöruggt og við förum bara yfir í Hafnarfjörð og það er bara á að virða það. En garðarnir sem ég er búinn að vera að tala um og okkur langar til þess að skoða ítarlega hvort það getur verið, þeir hefðu vafalaust hjálpa til við að þessi skip kæmi hingað. Þannig að það er svo margt sem að byggir undir þetta að þessi garðar verði reistir. En þú átt von á því frá með þessum tíma og svona fram á vorið þá verður mikið að gera hérna í Grindavíkurhöfn. Já. Líf og fjör eins og maðurinn sagði. Já, ef allt gengur eftir og veðrið eru okkur hliðholt, þá vonandi verður bara klikkað að gera. Við viljum að það sé þannig að verði bara botnlaus vinna. Svoleiðis viljum við sjá þetta. Leiðu þakka fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út vikulegt bæjarblað sem dreift er ókeypis á 30 stöðum á Suðurnesjum, meðal annars í öllum verslunum Netto og Samkaupa. Við erum að skrifa nýjar fréttir alla daga á Víkurfréttavefinn vaff.is og nýjar golffréttir á kylfingur.is. Við endum þáttinn með mögnuðum myndum sem að Viðar heitinn Oddgeirsson, meðal annars fréttamaður RÚV hér á Suðurnesjum í langan tíma. Myndir sem að hann tók á Grindavíkurhöfn fyrir margt löngu síðan þegar bíleigandi lenti í miklum vandræðum. Þegar að, höfnin hreinlega bara fylltist af sjó. Sjáum þessa mögnuðu myndir en við þökkum fyrir okkur og sjáumst að vikuleiðinni. Ekki fara úr bílnum!